Já, Rúnar, sigur í dag, bara hvernig fannst þér frammistaðan fram í dag? Mér fannst frammistaðan upp og niður, þetta fyrri hálfleikur lendur 3-1 undir rétt fyrir lok fyrri hálfleiks og maður hefði frekar viljað fara með 2-1 heldur en 3-1 í andlitið inn í klefa en minni yfir þess hvað hefur gerst hér áður og þá höfum við snúið 3-0 fyrir 2 árum í 3-3 og í dag snerum við 3-1 í 4-3 sigur og við höfum trú á því. Við höfum smá vind með okkur í baki í síðari hálfleik og það var auðveldir að þrýsta þeim aðeins neðar og skapa hættur og við vorum bara öflugir í svona leiknum í seinni hálfleik en það var ekkert fallegur fótbolti, þetta var ekkert fallegur fótboltaleikur en engu að síður held ég allir sé glaðir að sjá 7 mörk í leiknum og mikla pústra, það voru mikil svona tæklingar og skallaheimi og bolti mikið í loftinu en ótrúlega mikið af mörkum og færum sem að skapast þegar aðstæður eru svona og við bara dróðum lengsta stráið og náðum að séra. Planið í seinni hálfleik, virkað það bara alveg 100%? Já, ég meina að planið í seinni hálfleik var ekkert ólíkt því sem planið var í fyrri hálfleik. Það var bara vindurinn sem hjálpaði okkur að koma okkur í betri stöður og við svona tókum aðeins meiri sénsa í að þrýsta Kenny hærra upp á völlinn og aðeins að breyttum ekki miklu en ég bara með marga klóka fótboltamenn þarna inni sem að skilja hvar eru svæði, hvar er best að koma boltanum fyrir markið og hvar er best að sækja og við reynum að leiðbeina eftir bestu getu frá leiðarlínunni ef við þurfum að laga eitthvað en þannig að ég er bara stoltur af strákunum, liðinu og öllum í liðinu sem tók þátt í þessu. Þeir börðust allir fyrir sínu og það þurfti sko virkilega að hafa fyrir þessu. Þið fá vantilega 3 marki águr seint rétt fyrir hálfleik en það stoppaði ykkur ekki í dag? Nei, það gerði ekki, eins og ég sagði áðan, við vorum 3-0 undir hérna fyrir 2 árum og við höfum verið hér undir áður og náðu að snúa við þannig að við höfum góða minningar hérna. Strákarnir voru vitandi það að þá fórum við rólegir inn í klefan og þetta var maður ekki sáttur en stundum betra bara að ræða hlutinni í rólegum og benda þeim á hvaða möguleikar eru í stöðinni og þú veist, 2 marka munur er ekkert alltaf yfirstíganlegt sko, þannig að við sýndum það í dag og bara fá inn 1 mark fyrst og hvenær sem að það kemur þá myndi alltaf einhverja mínútur eftir til að ná í jöfnunarmark en við gerum bara gott betur, við skorum snemma og höfðum nægan tíma til að jafna og eftir það vildum við halda áfram og reyna að vinna leikinn og við sýndum karakteri að við verðum ekki að leggjast niður og reyna að halda 3-3 og við fórum og héldum áfram og vildum skora 4-3 og eftir það var eðlilegt að þeir þrýstu okkur örlítið niður og dældu löngum boltum en við vörðumst bara óbúslega vel og ánægðum með eftirstu línuna okkar eins og alla hina mína leikmenn sem tók þátt í þessu. En þessi 3 mörk sem fá á okkur, klaufuleg mörk? Alltaf þegar maður fær á sig mörk, það er öll klaufaleg en hérna, nei, ég meina Kjartan Kári frábær í sinni stöðu, fyrsta markið þá fær hann bara fyrirgjöf sem hann elskar að gera og þeir eru með Flóka Úlfinn í bóksinu og það verður eitthvað klafs þarna, hvort það var sjálfsmarkið eitthvað veit ég ekki en þeir bara kom okkur í erfiða stöðu með að eiga þessa frábæra fyrirgjöf og ég man ekki hvernig annar markið var en þriðja er allavega hotspyrna á fjær sem er skallað aftur inn teginn og það er úr flikkuð inn í markið og bara vel gert hjá þeim, illa dekkað í okkur og ég er ósáttur við það, ég er ekki sáttur við að fá mark úr svona fyrstu leikatriði en svona gerist hlutirnir og við þurfum bara að laga það. Eitthvað að segja þetta taka úr þessu leik fyrir næsta leiki? Ég er bara viljinn, karakterinn, þú veist, við búum til fullt af sjálfstrausti og trú á það sem við erum að gera og óháð því hvort við sem að spila á grasvelli sem er kannski ekki alveg klár en jafnt fyrir bæði lið og þá eigum við hérna í fulldrifi að fá í baráttunni. Við erum stóra og sterka stráka í Grétari og Ísak í vörninni og svo frammi í Úlf og Flóka menn upp á rúma 1,90 og við erum enda með stóra stráka í vörninni okkar líka á frammi en við áttum fulldrifið á og þeir á heimavelli og maður vissi að þetta er baráttuleikur og þá fannst mér við alveg mæta þar og fótboltalega kannski gerðum við bara betur. Þannig að þú bara hægt ánægð með baráttuna, viljan í dag? Já, ég er gríðarlega ánægður bara með liðið. Ég meina þetta er frábær sigur á þessum erfiða velli og við dróðum lengsta stráið. Ég meina það er ekkert sjálfsagt að koma að spila út FH hér og vinna þrátt fyrir að þeir hafi átt erfiðu gengi að fagna á undanförnu. Þá er þeir búin að spila bara útileiki meira og minna og alltaf gervigrensi og hér ætluðu þeir að sýna sannlega hversu öflugir þeir eru og mér finnst þeir vera öflugir, mér finnst þeir vera að gera flotta hluti og eiga potið eftir að fá fullt af stigum.